Hvernig hefur undirbúningurinn hjá ykkur gengið? Hann hefur gengið bara mjög vel. Við erum að byrja núna fyrstu æfinguna í svona loka undirbúningi með 12 manna hóp. Þannig gekk mjög vel hjá okkur með bæði 16 og 24 manna hópum. Við erum svona að byrja að loka púsli núna. Og þetta hópur sem hefur spilað mikið saman? Þetta náttúrulega við erum búin að spila af þessu liði sem eru núna eru 10 sem voru í U15 liðinu í fyrra. Þannig að svo eru 2 sem voru ekki í því liði sem eru komið núna. Þannig að svo eru þetta margir strákar sem eru búin að spila lengi saman í sínum félagsliðum. Þannig að já, ég myndi segja það. Já. Miðað við aldur. Já. En hafið þið eitthvað skoðað andstæðinga á mótinu? Nei, í rauninni ekki. Við spilum náttúrulega á U15 í Kaupmannahöfn í fyrra og þar spilum við Dani og Finna. En það er náttúrulega eins og það þau eru náttúrulega með 2 lið í því móti, þannig að í rauninni veit maður kannski ekkert hvernig, út í hvað við erum að fara vegna þess að síðan steypa þeir sínu liðum saman og mæta með sitt sterkasta lið, þannig að það verður bara gaman að sjá hvar við stöndum, hversu vel við stöndum jafnfætis Norðurlandaþjóðunum. En hverja telurðu ykkar styrkleika vera? Já, við erum náttúrulega með háa bakverði, við erum með stóra bakverði og við erum með frekar svona hratt lið og verður svona áhugavert að sjá hvernig okkur tekst til með að virka í rauninni kannski bakverðina á stóru menni hjá okkur. Þannig að við erum með svona, ég myndi segja að við erum með svona frekar jafnt lið. Það eru margir svona sem að geta mögulega skorað og verður svona áhugavert að sjá hvernig varnarlega hvernig við stöndumst andstæðingarna. Hvernig okkur tekst að svona hægja á andstæðingunum. Maður veit náttúrulega í rauninni ekkert út í hvað við erum að fara. Við erum með 1 leikmann sem er vel yfir 2 metra og svo erum við með svona háa bakverði, en svo þess á milli vitum við ekki alveg hvað við stöndum. En veikleikarnir, hvar liggja þeir? Já, veikleikarnir kannski að samanskapi. Við erum með ekkert rosalega svona kannski eins og Danni er með 205 og það er kannski ekki margir svona á hans hæðakaliberi og svona, okkur vantar náttúrulega líka reynslu. Við höfum ekki kannski spilað mikið á þessu sviði, enda bara strákarnir 16 ára, þannig að veikleikar, það kannski áttur að koma í ljós. Við þurfum eiginlega kannski sjá til, við vitum ekki alveg nákvæmlega hvað, menn við höfum ekki spilað neitt æfingarleika en þannig að það er erfitt að segja strax í dag hverju veikleikarnir verða, þá eftir að opinbera okkur. Já, kemur í ljós á mótinu. Já, vonandi eitthvað aðeins fyrir samt, en síðastalega mótinu kemur í ljós. Já, en hvað möguleikar ykkar á mótinu? Það er, eins og ég segi, ómögulegt að segja. Við fórum í U15 í fyrra og lentum þar í öðru sæti. Árið undan því, 99 strákarnir, þeir lentu líka í öðru sæti og fóru sér í Norðurlandamót og lentu miklu meira leikum. Það verður forvitnilegt að sjá hvernig skrefið hjá okkur verður með hvernig okkur gekk á U15 í fyrra. En möguleikarnir, ég vonandi bara sem mestir. Við stefnum einhver æfingarleiki fyrir mótið þá? Já, við náttúrulega reynum að spila, við spilum við U15 á morgun og svo væntanlega reynum við að ná leik við U18 og þá höfum mögulega einhver félagslið ef við höfum tíma til. Við höfum svo sem reyndar æfingar, við erum að byrja núna, við æfum dálítið þétt núna fyrir mót. Svo sjáum við bara hvernig það þróast. Takk kærlega fyrir. Já, takk svo fyrir.